Góðan daginn og gleðilegan mánudag. Ég heiti Embla. Ég heiti Jóhanna. Og við erum velkomin í Dramakastið. Drama. Hvað segir gott í dag? Og ég segi bara mjög gott. Gott. En þú? Ég líka. Já, ég líka. Ég var mjög asnalega í morgun samt. Ég var að leita að bílnum mínum. Og ég fann hann í... Þú ert alltaf svo astnælega á mótnana. Já, það. Ég tekur mig alveg svona held í góða 4 tíma að vakna almennilega. Annars er ég bara ennþá sofandi. En ég er líka smá hás, ég veit ekki alveg af hverju. Heyrðu það? Já, smá. Já. En sko, út af ég bý í miðbænum, þannig ég legg alltaf bara ykkur staðar, þú veist. Ég er ekki með neitt sér stæði. Bara það sem er plás. Já, þannig ég er alltaf að mótna eitthvað, byrju, hvar lagði ég aftur? Og ég gleymi þið alltaf. En þarna myndi ég hvar ég lagði, þannig ég ok, labba út þá götu og síðan bara fann ég ekki bíl, en ég eitthvað, what the fuck, og var ógeðslega stressuð eitthvað. Og hringi pappa og bara, hvað er bílinn? En þá bara labbaði ég fram í honum. Og ég var bara mjög klúles og annars huga. Ekki dæla astnælegt. Þannig að, eitt var svo ok, in the end. En sko þér til varnar þá ger ég þetta líka heim með þér. Að það? Já, af því að ég eitthvað tíma, þú veist, ég var í svona 10 mínútur að leita bílnum að því ég fór bara inn í þessa götu og fór inn í þessa götu og fór inn í þessa götu og ég bara, það er búið að taka hann. Já, ég veit það. En svo ég er ekki búið að taka hann, þú ert bara heimskur. Líka maður rugglast, þú veist, ég veit ekki, við erum alveg sko 4 sem erum að deila bíl heima, þannig að þú veist, maður er einhvern veginn svona, ok, þessi lagði hann þarna og svo lagði þessi hann þarna og ég eitthvað svona, ef kannski ég búin að leggja hann 3 daga í röð á mismunandi stað, þannig að svo þegar ég þarf að muna hvað hann er, þá er ég búin að ruggla saman. Já, nei, var hann þarna, nei, hann þarna. Og svo fyrir að fríka út að sé bara búið að draga hann og en sé bara ykkur staðar. Þannig að, en nei, þetta var alltaf góð. Þetta er svona pirrandi við að búið með búinum. En svona pæling, maður látin vita ef bíll dreginn? Það er það sem ég var að pæla. Hlýtur að vera. Þú veist, e-mail eða... Hlýtur að vera. Eitthvað svoleiðis. Eða á maður að vera bara eitthvað, halló. Það hlýtur að vera. Mér líður eins og þau myndu væntanlega að hringja fyrst, en kannski ekki. Já. Hefur ekkert mál lendið að bílinn hafi verið dreginn? Nei. Ertu búin að vera með eitthvað obsession of the week í þessari viku? Hugsi, já. Hvað? Ég keypti mér þarna svona eitthvað spray frá Vá. Vá? Já. Hárið? Já, hárspray fyrir, þú veist, þetta er eitthvað svona eða svona eitthvað svona anti-frissing og eitthvað. Ok. Og það er bara mjög gott og góð lykt af því og það er svona skemmtilegt sprayið. Þú veist, að í stundum sprayist bara eitthvað svona. Já, svona sem einhvers skirpa bara á þig. Já, en þetta er svona ótrúlega flawless og fallegt spray og okkur þeim fer á svo stóran part af hárinu og ég er svona, Geggja. Þannig ég er smá obsessed af því. Já, geggja. En þú? Ég minn okkur finnst þetta mjög asnalegt. Ok. En ég er búin að vera gett obsessed með að þú veist, út í ég reyna að skrolla minna á mótnana og eitthvað svona. Og ég er alltaf svo mikið að skrolla alltaf meðan ég er, þú veist, eitthvað svona, að púst með þennindar og eitthvað svona. Já. En ég er farin að setja alltaf á svona playlista með bara svona píanotónlist. Oh my god, það er svo asnalegt. Nei, það er ógeðslega kósí. Og ég reyna eitthvað svona, ok, þegar ég er bara eitthvað svona að gera eitthvað, þú veist, bara taka til eða eitthvað, þarf ég ekki að vera með eitthvað podcast eða eitthvað þátt. Ég er bara svona að æfa mig að vera bara svona meira chilluð, fattar ég, og vera með píótón. Já, ég í alvörni, ég er með eitthvað svona áráttu fyrir því þegar ég er ein heima að þrífa eða þú veist, að setja með brungu, byrsta með tennurnar, eitthvað. Ég þarf alltaf að vera með podcast. Já, ég er nefnilega það þarf alltaf að vera eitthvað í gangi að því ég hugsa bara eitthvað svona, ok, ég gæti verið hérna bara ein með hugsunum mínum, en ég gæti líka verið bara með podcast. Já, ég veit það. Og verið svona entertained. En ég held að sé alveg holdt fyrir mann að æfa sig að þurfa ekki standist áreiti. Já, skilurðu? Maður sækist einhvern veginn bara í þetta, því ég hugsa bara eitthvað svona, ok, ef ég hlusta ekki á þetta núna, þá mun ég ekki hafa tíma á morgun. Já. Og ég mun ekki hafa tíma daginn eftir, þannig ég þarf bara að nýta tíma minn núna í þetta. Maður er bara eitthvað. Já, ég skil það bara mjög vel. En ég held að sé alveg gott að æfa sig að vera stundum bara einn með hugsunum sínum. Já. Skilur. Og þurfa ekki alltaf að vera með eitthvað annað. Nei, einmitt, já. En já, þannig að það er mjög random, en það er svona my newest obsession. Já, það er sniðugt. Já. Maður eftir fleira að taka þetta fyrirmyndar. Já, ég mæli alveg með að æfa sig aðeins, sko. Ángríns. En það er svo ógeðslega fyndið, ég þarf að segja fólki. Já, hverju lendi ég Hagkaup. Hverju lendir í? Já. Þarna með þegar ég fór að kaupa mér dömubindi. Já. Oh my god. Mér finnst þú alltaf vera að lenda í ykkur asnalegu í Hagkaup eða þú ert bara alltaf að lenda í ykkur asnalegu, sérstaklega nýlega. Ángríns. Ég ykkur í gangi. Nei, það er eitthvað, ég er eitthvað ekstra utan við mig eða heimurinn er bara eitthvað
fokka þú Það er þér. eitthvað í loftinu, sko. En ég fór sérst í hagkaup bara til þess að kaupa mér dömbindi. Og ég fer kaupa mér dömbindi, eða næmir í dömbindi, fer með það á sjálfsækjærsleikassan því ég var bara eitthvað svona, þú veist, maður er bara lítill í sér, þú veist, þegar maður er svona eitthvað, þú veist, það var bara morgun og ég var túr og þú veist, eitthvað svona. Einmitt. Og ég ætlaði bara í sakleysi mínu að bara kaupa þetta og labba út og fara heim til mín. Nei, það kom bara, þessi vara er ekki þekkt og ég var bara, oh my god. Þannig ég fór og sótti konuna sem vinnur að mig á sjálfsækjærsleikassanum og ég var bara eitthvað vara finnst ekki og eitthvað, hún er bara, já, skrítið, farðu í snyrtiförudeildina og borga þetta þar og ég bara, oh my god. En ég fór þangað og þar voru 2 konur og hún skannaði þetta inn og bara svona, skrítið, eitthvað kemur bara sem vara finnst ekki og eitthvað og ég bara eitthvað, ég get alveg, náði Anna og hún er bara, nei, býta eins. Og er með eitthvað svo talstöð og bara eitthvað svona, ég ætla bara að segja eitthvað nafn, bara eitthvað Svavar í snyrtiveru. Þannig að kemur bara eitthvað svona og kemur bara eitthvað svona unglingspjakkur heldur á dömbindinu og er eitthvað, já, skrítið, fyrir að næri eitthvað annað og þá kemur konan bara eitthvað svona, nei, þetta er ekki eins, þetta verður að vera eins, þetta er ekki eins. Og hann er bara eitthvað svona, eitthvað er samt að reyna að finna út úr þessu og svo allt einu komin 3. manneskja af því að það er bara enginn að finna út úr því hvað þetta kostar og akkur barkóti virkar ekki. Þannig að þau eru allt einu komið með bara eitthvað, þú veist, 4-5 pakka af alls konar dömubindum og þú veist, reyna að finna út hvað þetta kostar og eitthvað og ég er bara eitthvað svona Með bara eitthvað audience. Já, þannig að þarna eru komnar 2 konur, 2 unglingsstrákar og þú veist, vil ég ekki bara fara í kallkerfið bara, já, hann er á túr! Jóhanna Karlbrún, hún er á túr, allir að athygli. Athygli. Það er svo fyndið. Og ég var bara við það að sleppa þessu. Já. En svo fundu þeir 1 pakka eitthvað svona neðst sem að skannaðist svo inn. Hann fekk slagsins dömbindi. Þannig ég fekk dömbindi og fekk að fara út. Það er gott. Hann er blætt ekki allt. Nei, og svo líka borgaði ég þetta í snyrtiverðinu sem maður á ekkert að gera við dömubindi, skilur. Nei, þannig ég þurfti að fá miðan og sína konunni til að komast út. Og ég bara, ég er á túr. Oh my god. Þannig þetta var bara óþolandi. Já, pældu líka ef þetta hefði gerst, þú veist, þegar þú varst úlingur, skilja, eða ekki að maður er ekkert eitthvað auglýsa að maður sé túr, en sérstaklega þegar maður var úlingur, þá var þetta eitthvað svo geðið mikið feimnismál, bara jafnvel á milli okkar, við vorum þeim bara eitthvað svona, þetta var eitthvað að vandræðalega sem var til í heimi bara. Já. Ég er á blæðingum. Og líka á blæðingum, já, það er svo ógeðslegt brútal orð. Já, mér finnst það mjög svona. Það komið með miða í sundi eitthvað, Embla er á blæðingum og fær að sleppa sundi í dag eitthvað. Rétta miðan í laumi. Hræðilegt. Já, blæðingar eru mjög brútal orð. Já, mér finnst ekki gott orð. Mér finnst ekki gott orð. Nei, þú veist, eins og í ensku þá er það period. Já, það er svona meira lúmskara. Já, mér finnst túr betra heldur en blæðingar. Hún er á blæðingum, henni er að hvað getur maður sagt meira? Eitthvað svona, þetta er tími mánaðarins, segir maður það á íslensku? Eða það meira svona á ensku the time of the month? Jú, tími mánaðarins, Og svo segja sem eru á ensku eitthvað svona flow, Aunt Flo is in town. eða það er líka íslenskt eitthvað svona Rósa. Amma Rósa. Amma Rósa er Rósa frænka. Rósa frænka, já. Oh my god, það er ekkert öðvitað aðstæðlega. Fældi ég að vera alltaf bara eitthvað, já, nei, ég er Rósa frænka, er í heimsókn. Ég myndi bara að segja þetta alltaf. Oh my god. Það er ekkert öðvitað aðstæðlega. Og svo finnst mér líka svo fyndið að þegar við vorum úlingar, við syngum, vorum alltaf á sama tíma. Já, vorum alltaf á sama. Við kallum alltaf túristar. Já, það voru túristar. Oh my god. Við vorum á sama tíma. Nei. Eru ekki sama tíma lengur? Ég er náttúrulega bara fyrir svo lítið á túra því ég með líkina. Já, ok. En þú veist, ég er með venjulega cycle. Já, ég er bara alls ekki með venjulega cycle. Já. En þetta var skemmtilegt túrspjall. Já, þetta er bara mannlegt. Það fara allir á túr. Túr. Ekki strákar, þetta er ekki allir. Nei. Langflestar stelpur. Já. En eigum við að fara í drama of the week? Já. Eða ekki? Erstu með fyrir mig? Já, ég valdi eitt hérna. Já. Og hérna, ég er að velja það af því að ég er líka með sögu tengt í. Ok. Eða svona svipuð. Persónulega sögu? Já, persónulega sögu. Wow, þetta er juicy tea. Hæ,
kærasti minn gaf mér hálsmenn sem mér finnst bara alls ekki fallegt. Mér langar ekkert til þess að vera með það, en hann var svo spenntur og valdi alveg sjálfur og mér líður ekkert eðlilega illa hvað ég gera. Oh my god. Þú ætlar að segja söguna þína fyrst eða ég var að svara þessu fyrst? Svörum þessu fyrst. Ok. Sko, þetta er alveg smá erfið staða, sko. Já. En þú veist, getur ekki bara eitthvað svona verið kannski með það af og til, special occasion, þú veist. Sambandsamælum. Já, þú veist, eitthvað svona þegar þú veist að gera eitthvað með honum. Já. Þarfst ekki að vera með á hvað með eins degi, skilur. Og ef hann er eitthvað að spyrja út í það, þú getur sagt bara eitthvað svona, mér langar bara að vera með það á special occasion. Eða fattar þau? Já, einmitt. Ég er eitthvað svo erfitt, þú veist, sum myndi segja kannski að maður bara að vera hreinskilin. Já. En mér finnst það samt líka svo ógeðslega sorglegt. En líka því hún segir hérna, þú veist, að hann var svo spenntur, hann valdi það sjálfur og eitthvað svona. Já, það var svo erfitt að vera brakkan en mér finnst því flott. Já, en þú veist, hversu ljótt getur hálsmenn verið, eða þú veist? Já, en kannski bara svona ekki hennar stíll, skilur. Já. Þú veist, ef ég til dæmis myndi fá hálsmenn sem að væri, ég veit það ekki, bara eitthvað hálsmenn sem ég myndi aldrei velja mér. Já. Þú myndi ekki vilja vera með það hverjum einsta degi, skilur. Nei, einmitt. En líka bara, þegar báttan með kvöld, þá nærðu að aðlan upp í að velja fallega skart. Já, Þú nærð að sína honum hvað þér finnst fallegt með tímanum, skilur. Já, kannski. Ég tek þessu sem það þeir eru kannski bara nýbyrju saman og hann er ekki alveg með stílinn hreinu. Ég myndi alltaf að vona það, að þú kannski svona hafir núna svona kannski tækifæri til þess að, þú veist, næst þegar kemur eitthvað svona að þá getur kannski sýnt honum lúmst eitthvað svona, vá, ég var að pæla, þú veist, eða eitthvað hugsa afmælisgjafir, þá var, þú veist, ég var að sjá þetta hálsmenn, mér finnst það ógeðslega fallegt, eða þetta armband, þú veist, svona aðeins að sýna honum svona, þetta er það sem ég fíla, og þá kannski gefur þau eitthvað í framtíðinni annað hálsmenn og þá getur þau með það alltaf, fattar ég veit það ekki, en svona, En þú veist, þetta er náttúrulega bara leiðilegst og snúin staða, sko. Já, en samt fallegt, þú veist, að hann hafi verið að velja þetta sjálfur og hann hefur gert þetta með hjartanu, skiljur mig. Já. En það er alveg erfitt þegar maður fær eitthvað svona gjöf sem maður var með mjög fallegur hugsun en maður bara fílar ekki. Já. Þú veist, það er það svona, hvað hann var að gera? Já. Ég langar ekki að nota þetta, en... Á ég að segja söguna mína. Ég og maðurinn minn vorum bara nýbyrju saman og koma 2 mánuðir og svo jóla eitthvað svo les. Og hann gefur mér hálsmenn að gjöf frá Sif Jakobs. Og það er geggjað, ég elska það. Já, ok. Ég fer til Flórida, opnaði þar og er bara ógslánað, er með það bara allan tíman. Þetta var einhvern veginn svona fyrsta skartið mitt, alveg skartið mitt sem ég mátti fara með í sund og sturtu og eitthvað svoleiðis. Og ég var ekki alveg að fatta að ég mætti fara með það í sturt og sund og svona. Þannig að síðasta daginn er ég að sturta mig bara fyrir flugið heim og tek það að mér og setja á svona marmara borð sem er svona gett mikið í gangi á því. Já, svona mikið munstur. Já, þannig ég einhvern veginn bara tek ekki eftir því eða gleymi því. Það er hættulegt. Þannig að, og ég á leiðin í flug og ég er að pakka og gett mikið í gangi. Þannig að ég fer sturtu og fer svo bara í flugið. Oh no. Og svo þegar ég er á leiðinni heim í Keflavík, þá er ég bara bara hálsmennið. Oh my god. Og mér er búin að þykja svo vænt við þetta hálsmenn, búin að vera með það alla ferðina og var bara ótrúlega fallegt og ég elskaði það. Og mér fannst bara líka ógeðslega fallegt af honum að hann hafi farið og keypt þetta hálsmenn og eitthvað svona, fyrsta gjöfin hans til mín. Og svo kem ég heim og ég bara einhvern veginn, ég var svona smá að plotta, ég ætlaði að fara að kaupa nákvæmlega eins annað. Já, ok. En það var bara þannig jólin og eitthvað, þannig að það var bara uppselt. Svo einhvern veginn bara gleymi ég þessu. Og hann er bara þarna hálfu ári setna, þá kemur ammælið mitt. Já. Og hann var gett svona insecure að gefa mér eitthvað skart af því að hann hélt að ég hataði það. Og ég væri bara aldrei með það af því að ég hataði það. Oh my god. Og ég var svo miður mín. Og ég hafi ekki svona látað, ég leta hann ekki svona vita því ég skammaðist mín svo mikið. Já, ég skilða svona alveg, ég myndi virkilega vera gett pressu að segja einhverjum og ég hef týnt gjöfunu þeirra. Já. Þannig að hann í alveg var búin að vera í hálft ár bara hélt að ég hataði það. Oh my god. Og ég þorði ekki að tala um það og eitthvað svona. En svo sagði ég honum sannleikann. Og núna á hverju einasta ári í jólagjöf þá gefur hann mér nýtt Sif Jakobs hálsmenn. Bara út af þessu. Þannig að þetta var svona ógeðslega skemmtilegt. Er þetta frá því seinasta?
Já. Þetta er mjög fallegt. Þannig að ég á sko núna 8 Oh my god. svona. Wow, Af því að hann gefur mér á hverju einasta ári bara út af þessu og hann segir alltaf þegar ég opna. Passa að týna ekki. Þannig að var það alveg að þú veist svona skemmtilega hefði því í kringum þetta. Já, já, það er alveg næs, það er cute. En bara greið. Músin. Já, en ef þú ert að hlusta þá bara elska ég þig og ég elska öll hálsmennin mín. En þetta, já, þetta er smá svona erfitt, sko, ég veit það ekki. Það er hugurinn sem gildir, en maður vill náttúrulega að líka maki manns, sko, þekki mann þannig að hann getur valið eitthvað sem manni finnst virkilega fallegt. Já, Fattarðu? 100% já. Bara með allt, skilur, maður vill bara svona að maki manns, þú veist, þekki mann. Já, þekki mann það vel að hann gefur manni eitthvað sem maður fílar, skilur. Já, þannig að þetta er alltaf okkar áð, good luck. En ef við henda okkur í topic þáttarins. Já, við ætlum að fara svolítið skemmtilegt topic og ég er búin að vera að sjá þetta út allt á TikTok. Já, ég er nefnilega ekki búin að sjá þetta. Nei, spes. Þú veist, bara skemmtilegt. Já, En við ætlum að taka þátt í þessu trendi já, sem er, hvað er það? Er þetta framhjáhald? já. Það er Það málið. heitir á TikTok Is it cheating if? Já, og svo is á it maður að cheating koma með if? alls konar, skilur. Já, einmitt. Ég ætla bara að segja fyrst, Mhm. þótt að við segjum að eitthvað sé ekki cheating, það þýðir svona ekki að sé ekki disrespectful. Já, Fattarðu? Já. Ég er orðið mjög þreytt á því að fólk sé eitthvað svona, já, hann er destan ekki framhjáhald, þetta. Þýðir svona ekki að segja í lagi. nei, Fattarðu? alls ekki. Það er samt disrespect Já, fyrir makaðinn. 100%. Þannig að segjum það bara. Já, og Til þess að líka, hafa það á hreinu. líka þetta er bara hvernig við túlkum hlutina og hvað við myndum ekki láta okkur, þú veist, bjóða okkur Já, upp á, skilur. já, og það er bara, þú veist, í hverju einustu sambandi þá þurfum við þið bara að finna á milli ykkar hvað ykkur finnst vera acceptable og hvað ykkur finnst, þú veist, Já. við getum sagt hérna, nei, þetta er ekki í lagi. Ef að þér finnst það í lagi og kæristanninum eða kæristurinn og whatever finnst það í lagi, þá bara gerið þið það, Einmitt. þú veist. Bara hver og eitt var að finna sín mörk. Ekkert mál. Já, en ok, vilt þú En byrja? við erum alveg svona með svona frekar svipumörk. Já, ég myndi alveg segja það. Ég myndi alveg segja við séum alveg svona örugglega frekar basic með þetta, þú veist, ekkert Já. eitthvað allt of, ég veit það samt ekki. Erum við með háa standarda, myndir þú segja það? Þú veist, já, ég er alveg svona jelly típa, sko. Já, ég er enda líka. Þannig að, já, þú ert jelly típa, sko. Hvað varst að segja þetta svona? Já, ég er það alveg. Mér er líka bara svona, ég veit það ekki, ákveðið respekt sem ég býst við að fá Já, og sem að ég líka síni. Þú veist, ég er ekki beðið um neitt sem að ég síni ekki sjálf. einmitt. Ef ég ætla að vera svona respektful, þá vil ég að þú sést það líka. Já, ok, Ok. byrjað þú. Hann á work wife í vinnurinn sinni. Hvað finnst þér um það? Sko, ég myndi ekki segja þessi framhjáhald. Mér finnst það samt alveg svona, það er á gráu svæði, sko. Já, mér finnst það samt svona, þetta er smá spes. Og ef þið er alltaf að kalla hvort annað work wife, þú veist, akkur getur þetta ekki bara verið vinnu vinkonaðinn. Af Já. hverju það að segja work wife, þá er þetta orðið eitthvað svona flörti í skrítið dæmi. Já, já. Þá er þetta alveg svona á jaðarnum Já, að verða, að, þú veist, allavega andlegt fram í allt. þú veist, ég myndi ekki vilja að ég ætti mann og það verður kona í vinnunni hans bara eitthvað, this is my work husband. Já, verið ekki eitthvað spennt að fyrir vinnuna Já. til að Nei, hittast og eitthvað nei. svona. Nei, ég myndi ekki vilja það, sko. Nei, Bara alls ekki. nei. Ekki beint fram í allt, en En ekki, á ok. gráu svæði. Já, Já. ok, já, ég að segja. Að reakta svona heart eyes emoji á story. Fram í allt. Pjúra. Já, Ég myndi hata það. já, ég er alveg sammála. Ég Mér finnst væri ekki bara, alveg. what the hell? Ég veit samt ekki hvort sem myndi kalla það framhjáhald. Að því núna, Eða er þegar það þú bara það? já, en þegar þú reaktar hardæs, þá fer það í DM. Já, já, Þannig já. þá ertu basically bara sliding in the DM. Já, það er alveg satt. Finnst þér ykkur munur á því og að læka story? Það læka story fyrir ekki í DM. Já, mér finnst það aðeins minna læka. Finnst þér það? Jú, kannski aðeins minna. Mér finnst það aðeins minna, sko. En mér finnst það pingu meira sneaky út af því það Já. er ekki hægt að sjá það. Já, það er ekki hægt að sjá það. Þú veist, ef að þú myndir fara ekki um síman hjá einhverjum, þú veist ekki hvað story hann er búin að læka. Já, já, einmitt. En mér finnst þetta bæði, ég myndi kannski ekki endilega segja þetta að vera framhjáhald ef að það er ekkert annað í gangi en þetta er langt yfir línuna samt. Hardæs. Jú, þetta er langt yfir línuna, ég er að segja það. Já, En ég myndi kannski ekki endilega segja að þetta væri framhjáhald, en þetta er alveg, þetta er svona, mér líður samt eins og þetta sé með þeirri intention að þú ætlir að fara að halda framhjá. já, já. Hvað Eða ég meina? langi Eða langi að halda að framhjá. hún segi eitthvað svona, takk. Já. Eitthvað. Þetta er tilraun til framhjáhalds, myndi ég segja. Já. Ok, hann er ennþá að deila Spotify og Netflix aðgangi með fyrirvændi.
ekki framhjáhald Nei, en astnalegt Já. og bara hættu þessu. bara be a man, borgaði fyrir þitt eigin Netflix og Spotify. Já, eða ef hún er inn á þínu, bara kick her out, sorry, Já, þú veist. já, Dóttir séu vin, þetta er, já, ég myndi ekki vilja þetta. nei, Pældi, ég var alltaf að fara inn á Netflix af manninum og þú sér alltaf nafn fyrirhandi kærustunars bara hvað minnst þegi. já. Pirrandi. Já, Ég væri bara, þú veist, gerði eitthvað í þessu. hún ekki fjölskyldumæli með vinkonur eða eitthvað sem hún getur deilt Spotify Já, eða já. Netflix með, skilur. Ég myndi frekar deila Netflix með þér heldur en fyrirhandi kærustanum mínum. Já. Hvað meinarðu? Væntanlega. Já. Vist bara ekki skrítið við það. Nei, Já, ekki framhjáhald en svona, halló, slepptu takinu af fyrirhandi kærustunni og bara Já. get your own Netflix. Já. Að dansa mjög náið með einhverjum á jamminu. I would not like it, sko. Nei. I would Mér not finnst það like alveg svona lúmst framhjáhald. it. Já, Það fer eftir hversu náðið en þú veist, það er alveg lúmst. já. Sko, allt í lagi ef ég dansa alveg við vini mannsins míns á djamminu og þú veist, Já. frændur hans og eitthvað. Ef við erum að tala um náið, þú veist, við erum ekki Já. að tala um bara eitthvað svona, við erum að dilla okkur, skilur. dilla. Við erum að Nei. tala um, þú veist, Bara grinding. já, svona semi, svona að vera upp ykkur annað, eitthvað svona, Eitthvað svona smá tetsi. já. Nei. 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 Framhjald. Sammála. Það er pjúra framhjald. Já. Ef einhver biður Insta og þú gefur það. Ekki framhjáhald, en það fer eftir hvað intention er. Já, Út af mig líður eins og, ok, þá er það svona svona, af hverju þetta gefa í Instagramið. já, Væntalega út af því þeir finnst hann eitthvað sætur og ert eitthvað svona. já. Skilurðu? Hann er væntanlega að biðja um Instagramið þitt af því að henni finnst þú sætur. Já. Eitthvað svo En það fer svona eftir, þú veist, það fer smá eftir ástæðu. Já. Aðstæðu, segi ég. Já, Þú veist, ef þetta er bara eitthvað sem þú vinnur með og þetta er eitthvað svona, hei, þú veist, allir eru að followa hvort annað á Instagram. já, Þú veist, hei, hvað er þú á Instagram? Þetta. Já, eða ertu að hitta skólavinkunni á djamminu og hún vil bara eitthvað svona, vera bara eitthvað Já. að fylgjast með þér, skilur? Já, það fer alveg eftir intentioninu og svona hvernig væpið er. Og hver þetta er. Hvort Já. þú kannist við hana, þekkir hana eða hvort þetta sé bara eitthvað algjör random stranger. Já, það er nefnilega máli, að það er allt annað. Já. Þú ert ekki að fara að eignast vinkonu á jamminu bara eitthvað, ég Nei. ætla að fá Instagramið þitt. Nei, takk. En þú veist, ef þetta er eitthvað sem svona, eða þú veist, eitthvað svona, það er eitthvað explanation, þá er Já. svona, ok, mögulega, Grásæði. gráðsvæði en ekki framhjáhald. Ok. Að daðra til þess að fá ókeypis drykk. Ég veit það ekki. Mér finnst það ekki framhjáhald. Nei. Eða sko, það er svona ekki gott. Bara, þú veist, sparnaður fyrir okkur bæði, en ekki það að ég Já. gera það ekki. Ég hef ekki þörfin í það. Nei, en ef einhver myndi koma upp að þér, þú værir ekki að flörsta, en hann væri bara eitthvað svona, hei, maður ekki kaupa hann það drykk. Þú veist, myndir ekki vera bara eitthvað, já. Jú. Já. Eða þú veist, eins og maður gerði í gamla dag, Já. maður bara flörtaði í sig. Maður flörtaði úr í sig kvöldi og svo bara fór maður. Já, eða þú veist. Í gamla dag. Gamla Ég segi í daga. gamla dag. Já, mér finnst það ekki framhjáhald, en mér finnst svona að það er svona einhver lína þarna. Já, Þú veist, 100%. ef að við erum á bar og eitthvað kall kemur upp, sérstaklega, ok, það er líka skárra ef hann er segjum sem svo að kemur einhver gæi og hann er að kaupa drykki handa kannski okkur báðum eða eitthvað. Já, Og hann er eitthvað, Einmitt. já, stelpur, maður ekki kaupa handa eitthvað drykk. já, Já, fæn. já, Þú veist, en ef hann er eitthvað svona geðveikt mikið að flörta og við erum alveg bara geðveikt, þú veist, já. Það og hann er er alveg- bara að kaupa fyrir þig. já, og sér kannski Skilurðu? held ég áfram að tala við hann eftir ég er búin að fá drykkin og við erum Já. alveg geðveikt ennþá að flörta. Já, Það er alveg svona, kannski fyrir hann að kaupa fleiri drykki, þú veist, það er alveg soldið, já, fattar þau? Mhm. Þetta verður eiginlega má að vera bara eitthvað svona, má ekki kaupa hann eitthvað drykk? Já, takk fyrir, ok, við erum farnar, já, þú veist. Er það toxic? I don't know. En þú veist, ég er ekkert eitthvað svona, já, ég ætla að barinn og fara að flörta með Nei, fólk til að fá fría guð, drykki, skilur. Bara alls ekki, Aldrei. en svona ef að, þú veist, tækifærið myndi koma til þín, Já. bara eitthvað heita farið drykk, þú veist, ég veit það ekki. Já. Eh, fyrir eftir aðstæðum. Já. Ef maður notar ennþá hluti sem fyrir undir gammani. Það er ekki framhjáhald. Nei, ég er ekki framhjald. Það er alls ekki framhjald. Nei, en hvað finnst þér sem þau má nota en þá hluti sem að fyrir undir þér? Sko, mér finnst það allt í lagi svo lengi sem það er ekki trúlöðunarringur. Já, svo lengi sem að sé ekki eitthvað svona geðveikt tilfinningaríkt. Já, já, Eins og bara eitthvað svona, ef ég ætti mann, skilur, eða Mhm. kærsta. Bara eitthvað, ef fyrir undir kærstan hans gaf honum ból, ok, fæn. já. En ef hún gaf honum, þú veist, arbanda sem er búið að grafa inn í Nöfnin sambandsammali, þeirra. já, Já. þá Oh nei, my god, nei. þá nei. Nei. En finnst þér hann megi eiga það?
og einhver hvað finnst þér að geyma svona hluti, þú veist, minningar svona Sko- kortmyndir, gamla gjafir Sko, eins og ef ég hugsa bara sjálf á mig, þá hef ég enga þörf fyrir það. Nei. Ég hef enga persónulega þörf til að geyma eitthvað sem að fyrirvandi gaf mér eða eitthvað bréf eða, þú veist. Nei takk. Ég er bara með minn mann núna og þetta er bara, ég er bara svona smá í núinu, skilur. Já. En ég held að þú sér það eins og öðru sig. Akkur ég segir það? Jú, Nei, af því þú ég ert bara geyma alveg svona- hluti. Já, af því þú ert svona meiri tilfinningaverð en ég finnst mér. Já, en þú veist, það er svona ekkit eitthvað, ég er ekkit að geyma þetta út, ég er bara eitthvað, oh my god, the memories, þú veist, þetta er meira bara eitthvað svona, Þykir vænt tímann sem áttu saman. já, og ég hef kannski ekki endilega þörf til þess bara eitthvað að henda þessu, Já, fattari, og mér finnst svona smá erfitt að henda hlutum, eins og ég hendi aldrei kortum sem ég fengi, Já, þú veist, ég á bókstala öll kort sem ég fengi, já, út af því að mér finnst bara eitthvað svona leðilegt að henda þeim, og þú veist, þetta er bara í einhverjum kassa einhvers staðar, skilur já. þetta er ekkit eitthvað sem ég er að skoða endalaust, bara Nei. back in the day, en þú veist, ég veit það ekki, já, bara eitthvað erfitt með að henda, en þetta er ekki út að ég er að halda í eitthvað svona, þetta er bara, Nei. fattari, Já. eitthvað svona memories, og kannski þegar ég var, Já. þú veist, áttræð, þá munum við finnst gaman að eiga þetta, Já, það er það sem ég hugsa já, stundum. alveg pottitt. Já. En ég held, ég veit það ekki. Það fer eiginlega bara eftir, þú veist, persónuleika makans. Já, Ef að persónuleiki makans míns væri eins og þinn, þá myndi mér finnast það miklu betra já, en ef hann væri eins og minns. Minn og þinn. Minn og þinn. Já, ég skil hvað minnar. Að ég skilur mig. Já, en þetta er líka svona, þú veist, ef þetta er bara eitthvað í náttborð skúffunni heima hjá ykkur, fullt af einhvern bréfum frá fyrirvæðandi og eitthvað myndir og Já. arbönd og eitthvað, þú veist, það er Já. alveg smá mikið, en svona, ok, þú átti einhver nokkur kort sem að eru onni í onni í einhverjum kassa, Já, og kannski ég er bara, þú veist, bara eitthvað svona heima hjá foreldrunum í geymslunni, já. það var svona fæn, þú veist, ekki að skoða þetta, skilur, Já. og ég er ekki að skoða eitthvað þess, Nei. hluti, bara eitthvað Nei. frem degi, bara Nei. eitthvað, þú veist, það er svona smá munur, finnst mér. En hvað finnst þér að geyma myndir, þú veist, í símanum? Einmitt. Sko, ég er búin að eyða allir frá mér og hann líka sinni, Já, held ég. já. Það sem ég finnst er svona, ég myndi ekki vilja hafa þetta á símanum, en mér finnst alltaf þess að myndir sér til eitthvað staðar. Og því ég er alltaf, þú veist, ég ger alltaf backup, ég tek alltaf símanum og setja hann á flakkara, skilur við? Og ég á bara gett mikið af gamla myndum hann á flakkara og myndirnar er alveg til eitthvað staðar þar. En ég er ekki með þar á símanum þannig að það getur, þú veist, séu uppi við. Og líka það er úslega pirrandi út að, þú veist, það getur oft komið svona eitthvað random mynd upp í símanum, Já, fattar já. eitthvað svona memory. Og ég myndi ekki vilja vera bara með kærastar mínum og það myndi alltaf koma mynda fyrrandi kærastina hans þar. Já, Þannig svona, og ég mér alveg saman sem myndir sér til eitthvað staðar í lífinu þínu, Já. iCloud eða whatever, en bara svona, ég myndi kannski ekki vilja að það væri bara eitthvað í símanum. Nei, einmitt. Æ, ég veit það ekki alveg. Ég veit það ekki. Ég hef bara engin þörf. Ég hef bara Nei. minningar í hausnum og Já. það er bara nóg, sko. Já, ég skil það alveg. En mér finnst líka ekki, ég er ekki fan af fólk sem er myndir af fyrirhandi á Instagram, persónulega. Alls ekki. Nei. Og ég er ósammála því þegar fólk segir bara, þetta er bara minningar, ég vil bara hafa, þú veist, ok, minningarna getur verið í hausnum, þú getur arkafað þetta, þú þarft ekki Já. að eyða þessu, Já. þú mátt alveg arkafað þetta, en það þarf ekki að vera á Instagram fyrir Nei. everyone to see. Nei. Ég er alltaf þar, sko. Já, nei, sammála. Að leyfa einhverjum að halda að þú sést single. Framhjáhald. Það er Já. pjúra framhjáhald. Já, sammála. Þú veist, ef einhver var að flörta við þig og þú svona, eða bara að tala við þig og þú svona bara viljandi minnist ekki á það. Þú svona, Já. þú segir kannski ekki bara hvað ég er single, Nei. ekki að ljúga, en svona, En ertu ekki... hann spurði ekki, þannig ég ætla ekki að Já, segja, já. þú veist. Já, það er alveg frá mér allt. Mér er staðlega framhjáhald, sko. En það er allavega svona tilraun til frá mér allt. Já. Það er alveg svona, ok, af hverju ertu að þykjast vera single? Já, Það er einhver ástæð og það er út af því að þú Einmitt. vilt, þú veist. gera eitthvað. Mhm. Ef að vinirnir eru með flöskuborð allir að festu og hleypa svo stelpum inn á flöskuborðið. Býtu, ef allir vinahópurinn eru á föstu? Já. Ef það voru bara, eða, þú veist, eru vinirnir, Já. kaupa flösku, eru með sitt svona eigið svæði og eru að hleypa einhverjum skvísum Já, að drekka og dansa með sér og eitthvað. Sem þeir þakki ekki neitt. já, ekki framhjáhald en mjög disrespectful. Já. Eða, jú. Ég myndi Það er ekki skrítið. fíla þetta, sko. Ég myndi Nei, ekki og fíla það var svona, ok, hvað, og þeir eru að leifa þeim að drekka drikkinu ykkar og þú veist, hvað er pointið þarna? Já. Núna er þetta að fara úr því að þið strákarnir eru saman að drekka og dansa og eitthvað Já. og bara
komnar fullt að skvísum hann inn, eitthvað Já. að dansa við ykkur og drekka með ykkur bara, Já. nei. En hvað finnst þér þá að vera ef þetta eru stelpur á föstu að fara á flöskuborðið hjá strákum? Einmitt. Höfum við eitthvað gert þetta á föstu? Vá. Ég man ekki eftir. Mér líður eins og ef við höfum ekkert með gert þetta þá er alltaf allavega ykkur af okkur verið singul. Já. Fattar þau? Já. Fattar Við hefum aldrei verið bara eitthvað svona, heyrðu, förum þangað. Þannig að mér finnst það svona aðeins annað intention ef að stelpa fer á flöskuborð og það hann langar í frí að drikki með ef að strákur býður stelpa á flöskuborð Þá er þá er af það því að fá út út af henni hún finnst hún sætt. Já, einmitt. Þú veist. Já. Ég hef aldrei allavega farið inn á flöskubar með eitthvað þegar tension eitthvað svona, þessi er sætur. Nei. Þú veist, á meðan ég er í sambandi. nei, Þú veist, guð, ég er búin að vera í sambandi í 1.000.000 ár, þannig ég er bara eitthvað svona, ég man ekki einu sinni. Bara alls ekki sko. Ok, að ég segja næsta. Að sofa hjá einhverjum í draumi að vera með, fá kynlífsdraumi með eitthvað Já. og segja ekki makanum frá því. Nei, það er ekki framhjálp. Nei, það er ekki frá mig. Maður getur ekki ráðið draumanum sínum. Nei, það er satt. Það er ekki frá mig allt. Og ef hann myndi fá eitthvað svona sexy draum eitthvað aðra, þá myndi ég ekki vilja vita. Nei, ekki heldur, ég myndi ekki vilja vita. Og ef hann myndi láta mig vita, þá myndi ég vera pyrruð. Já, þá myndi ég bara akkurat segja mér þetta. Já, bara, Já, hvað meina? sammála. Þá væri ég alltaf að hugsa það, bara eitthvað svona, Já. hann fekk sexy draum um þessa og, Já. þú veist, já. Það myndi alveg gera pyrrað. Já, sammála. Sammála. Ekki frá mig allt. Ef maður eyðir skilabóðum. Þú veist, það í sjálfu sér er ekki framhjáhald en það gæti verið þá merki andlegt framhjáhald myndi ég segja. Já, sko, líka bara ef þú ert í einhverju konvói sem að leiðir til þess að þú þarft að eyða því, Já, þá er það alveg, þá er það farið í okkur línu. þá er það alveg svona cyber cheating. Já, ég er sammála. Þú veist, það er svona, ef þú finnur því knúna til þess að þurfa að eyða skilabóðum þá ert að gera eitthvað rangt, sko. Já. Hvort sem að við segjum að þessi framhjáhald er ekki, jú, ég myndi samt alveg segja, þú veist, ef þú ert að endalaust að tala um einhverja mannesku og flörta online, þú veist, það er alveg andlegt framhjáhald, sko. Já, og svo eitthvað svona eyða í til að makinn sjáu það ekki, Já. eitthvað svona, mér finnst það ekki í lagi, sko. Nei, mest andlegt. Bara leið og þarft að klikka the delete button, þá þarft Já. aðeins að bara hugsa í kollin, sko. Sammála. Það er ekki sniðt. Að horfa á klám. Ok, sko, það eru mjög margar sem að eru bara eitthvað, finnst að vera bara mesta framhjáhald alheimsins. Já. En mér finnst það ekkert endilega. Mér finnst það ekki heldur, sko. Bara, do what you want, Já, skilurðu. mér er svona semi-sama, Já, mér líka. persónulega. Já. En ef að þér finnst það óþægilegt, þá er það bara mörg sem að þú mátt alveg hafa. 100%. En það er bara eitthvað sem að, þú veist, hvert samband þarf að ákveða fyrir sig. Já, algjörlega. Þetta er einhvern veginn bara svona hlutur sem ég bara eitthvað svona, En þetta er kannski líka svona, þú veist, I ég don't vil ekkert mind. endilega að vita um þetta, nei, fattar þau? nei, einmitt. En bara svona, mér er eiginlega alveg sama hvað Já. þú gerir varandi þetta Já, þegar ég sé ekki til, eða þú já, veist. einmitt. En ég hef talað við rosalega margar sem að bara, þetta er bara Já. no go. Já, einmitt. En, Ég veit, mér leiðum svo að það sé mjög margir bara vilja alls ekki Já, að gera sig að en- þessu. bara, mér er eiginlega bara alveg saman, sko. Já, sammála. Eða það ég bara fara í sögundar. Byrju, ég er með smá svona hvort er verra. Ok, skilurðu. já. Ok, finnst þér emotional cheating, Oh my þú veist, god. emotional cheating en það var aldrei neitt líkamlegt Já, en þið voru alveg orðin hrifin af hvort öðru eða vonað sendu því ekki greitt. sko, mér finnst emotional cheating eiginlega bara 10 sinni verra, sko. Já, ég er sammála. Það er Ég held að sé tilfinningaspilinu. erfiðara að komast í gegnum þá brekku Já, en hitt. já, ég er Þótt sammála. að hitt sé líka bara hræðileg brekka. Þetta er bara bæði umlegt, skilur Já. en ég er sammála. Ég held að veri erfiðar að komast eða það. Af því að þá er manneskjan einhvern veginn búin að nýta orkunni sína og tíma sinn í það að verða hrifin af ykkur annara manneski. Tengjast annari manneski tilfinningarlega. Já, ég held að það er svo ótrúlega mikil svona höfnun. Já, sammála. Og ég fór inn á Reddit bara af því við vorum í þessu framhjálpsbúblu þetta. Já, Ég fór inn á Reddit og tók 2 sögur sem ég fannst svolítið crazy ok, og ég ætla að lesa þær fyrir ykkur. ok, Þetta er samt bara 2 stuttar ok. og þetta var á ensku og ég er búin að translate þetta yfir í íslensku. Hvað við setjum í tíða? Nei, Bara ég Google Translate. Nei, ég bara gera Bara það sjálf? Vá! Halló, ég er ekki Hún svona er slæm. skáld.
She's a poet. Nei, þetta er frá alvöru manneskjun sem að setja inn á Reddit. Já, ok. Ég var að plana óvænta afmælisveislu fyrir kæristunum mína, svo ég sagði henni að ég væri að fara út úr bænum og hún ætti að fara að djamma með vinkonu sínum. Ég, í mínu sakleysi, búin að plana allt og leiðinni heim með allt partydótið að græja og gera, labba inn á hana, sofa hjá bestu vinkonu sinni, heima hjá okkur. Oh my god. Hversu crazy? Líka bara svona, þú hefur aldrei haft áhyggjur af bestu vinkonunni. Nei. Það er svona eiginlega the perfect crime. Gríns. Oh my god. Gríns, ég er sjokkið þegar ég lasi þetta. Ég bara, Já. Oh my god. Greið maðurinn. Greið maðurinn, já. Það er eiginlega verri ef þetta er svona manneskja sem að þú bara svona, bara eitthvað svona, æ, þetta er bara Besta vinkonu. Já, eða bara eitthvað svona, sem að þú bara svona treystir, þekkir, allt í góðu og sem bara eitthvað svona, ég hef aldrei haft áhyggjur af því mynduð. Nei, og líka bara svona, ef maður væri að plana surprise party, en væri maður ekki að gera smá í samstarfi við bestu vinkonuna? Jú, myndi halda það. Eitthvað svoleiðis, ég veit það ekki. En ég menna, fínt að hann fréttið þetta og gæti komið sér burt. Já, já. Og hitt er alveg smá meira svona, what the fuck. Ok. Kærasta mín vildi fara til fjölskyldinu sinnar í jólafríinu og mér fannst það sjálfsagt mál og borgaði fyrir flugið hennar og allt. Svo hringir hún í mig þegar jólin eru búin og segja mér að hún sé að flytja í annað state, þetta er sérst í Ameríku, að hún eigi annan kærasta. Já. Og hún svo grátbað hún mig að hætta með sér svo þetta yrði ekki framhjáhald. 6 ár síðan og ég er ennþá svo confused. Akkur myndi hún ekki bara hætta með honum? Nei, af því að hún vildi að hann myndi hætta með sér til þetta yrði ekki framhjáhald. Oh my god. Þetta er þessi pyrrmið að fólk er eitthvað svona, með eitthvað svona reglur, hvað er framhjáhald eða ekki, eitthvað svona, ef þú veist, eða bara annarkvort þetta er svona leðilegur eða þú veist. En henni fannst ekki framhjáhald að vera eitthvað bara með kærasta í öðru steiti. Einmitt. Af því hún var ekki búin að gera neitt með honum. Þannig að hún vildi að hann myndi hætta með sér til að hún geti farið og gert eitthvað, þá yrði það ekki framhjáhald. Þetta er eitthvað mestapölsi, ekkert mann heyrt. Þetta er bara eitthvað svona upp á samviskuna hennar að gera. En þú veist bara delusional ef að þú heldur að það sé mikið það í lagi, sko. Já. Þetta er rosalegt. Já, þungu umræða. Já, svolítið. Allir bara muna það að vera góðir og honest og fallegir. Ekki halda framhjá. Nei, fallegir við hvort annað og við makan sinn. Já, 100%. Og það er allt í góðu að bara hætta saman. Já, það. Án gríns. Leið og þú færi þörfina á því að vilja vera með ykkur með öðrum, þá hættir með manneskjunni. Já, bara that's fine. Það er bara, þetta er bara klift á skorið. Já. Þannig að allir bara haga sér vel og bara flott. Já. En ég ekki bara að segja þetta gott í dag. Takk fyrir að hlusta. Sjáumst Hressakott næsta mánudag. Já. Við minnum á Instagramið okkar, TikTok. Minnum á að senda drama of the week. Japs. Og við segjum bara bless. Hey.